Komið sæl. Una Emilsdóttir heiti ég og ég sérnámslæknir í atvinnu- og umhverfislæknisfræði við Holbæk sjúkrahúsið í Danmörku. Ég þess heiðurs aðnjótandi að fá að leggja mitt af mörkum í vegferð lyfju við að auka aðgengi neytenda að góðum og hreinum umhirðuvörum, sem sagt eiturefnalausum vörum. Það felur í sér bæði vörurýni með tilliti til skaðlegra efna en einnig fræðslu fyrir bæði starfsfólk og viðskiptavinni lyfju. Að þessu sinni mun ég fjalla örstutt mikilvægi eiturefnalaus umhverfis fyrir ungbörn. Við fæðingu barns hefst eitt mikilvægasta þróunarferli lífsins rétt á eftir því allra mikilvægasta sem á sér stað inn í móðurkviði. Frá því augnabliki sem barnið kemur í heiminn taka við mikilvæg líffræðileg ferli sem móta framtíðar heilbrigði þess. Mörg þessara ferla eru háð réttu áreiti úr umhverfinu eins og snertingu, tilfinningalegri örvun, mótefnum úr brjóstamjólk og ýmsu fleiru. Fyrstu ár ævinnar einkennast svo áfram af hröðum þroska þar sem ýmis líffærakerfi fara í gegnum mótunarferli sem hafa afgerandi áhrif á framtíðarheilsu. Þá mikilvægt að huga því hvernig megi stuðla að hristi og eðlilegum þroska. Við vitum að góð byggingarefni eins og mikilvæg næringarefni skipta miklu máli og hafa jákvæð áhrif á þroska barns. Alls ekki síður það mikilvægt að vernda börn gegn áhrifum sem kunna hugsanlega hafa neikvæð áhrif á heilsu þeirra og þroska. Það skiptir því máli að foreldrar hugja því að veita barni sínu eins hreint og ómengað umhverfi og hugsast getur til að sporna við efnaáhrifum eða svokölluðu efnaálagi í nærumhverfi þeirra. Húð gegnir lykilhlutverki í okkar líkamsstarfsemi. Ekki aðeins sem líkamlegt varnarlag, heldur einnig sem skynfæri og efnaskiptavirkt líffæri. Húð barna mun þynnri en húð fullorðinna og mun gegndræpari, sem þýðir að efni sem komast í snertingu við húð barna geta auðveldlega frásogast inn í blóðrás þeirra. Enn fremur yfirborð húðar barna töluvert stærra en fullorðinna miðað við líkamsþyngd og afeitrunarkerfi þeirra ekki eins skilvirk og hjá fullorðnum. Þessir eiginleikar gera börn einfaldlega viðkvæmari fyrir efnaáhrifum úr nærumhverfi, þar með talið efnum úr húðumhirðuvörum, kremum, sápum, sjampóum, oljum, bossakremum og fleira og fleira. Það skiptir því höfuðmáli að velja vörur sem eru hreinar, án óþarfa aukaefna, sérstaklega á fyrstu mánuðum og árum ævinnar þegar húðin enn að þroskast sem verndarhjúpur. Með því að velja slíkar vörur má draga verulega úr neikvæðum áhrifum bæði fyrir sjálfa sig og börnin sín.